Ég held að sé líka bara mjög mikilvægt fyrir sjúklinga og aðstandendur að hafa samtök eins og Krabbameinsfélagið sem að stendur svolítið vörðum þeirra hagsmuni að stuðla því að við séum að bæta okkur við greiningu, við erum að bæta okkur við meðferð, svolítið tryggja ekki bara heilbrigðisþjónustu heldur bara svona alhliða þjónustu fyrir þennan hóp. Það þarf að vera einhver sem að stendur vörð þig eða einhvern ef maður greinist með krabbamein. Ég heiti Sólveig og ég læknanemi á 7. ári og hefur verið að vinna hjá Krabbameinsfélaginu svona af og til með náminu. Já, svona það sem ég hef kannski mest verið að gera vinna svona að gæðaskráningu krabbameina, þess að innleiða það á Íslandi. Gæðaskráning sem sagt gengur út á það að við séum bara markvisst að safna þessum upplýsingum þannig að við getum borið okkur saman við okkur sjálf og við aðrar þjóðir. Og þetta er svona algjör sérstæða á Norðurlöndunum að við séum með svona góða skráningu á krabbameinum og býr þá líka leið til ótrúlega góð tækifæri til þess að rannsaka krabbamein. Já, bróðir minn lést ungur á krabbameini og þannig að þegar ég einhvern veginn byrjaði að vinna á Krabbameinsfélaginu ég var bara svona svolítið hálfhrædd við allt með orðinu krabbamein í því og var svona aðeins hugsið hvort að ég vildi yfir höfuð fara að vinna þarna eitthvað tengt þessu. Náttúrulega núna stöndum við fram fyrir því að við erum orðin miklu betri að greina krabbamein og meðferðinni fleygir líka mjög mikið fram og er orðin svona, þetta er svona mjög persónusniðin meðferð, rauninni mjög margir meðferðarmöguleikar í boði og þá leið er held ég bara ennþá mikilvægara að halda áfram að rannsaka hvar getum við nýtt okkur þessa nýju þekkingu, hvaða meðferð gagnast best hverjum og einum, hvernig eigum við að halda áfram að þróa greiningu og meðferð. Ég held að það sé bara ekki spurning, við verðum að halda áfram að rannsaka þetta.